Því haldið fram að Íslendingar, við sem þekkt vorum fyrir það að geta gert alla hluti sjálfir, að nú sé þannig komið fyrir okkur að við getum ekki byggt okkar eigin hús og þurfum í æríkari mæli að leita eftir erlendu vinnuafli til þess að byggja veggi og koma á þakinu og leggja undirstöður og ég veit ekki hvað og hvað og ef rétt þá þetta ansi svona hröð breyting á skömmum tíma. Við munum, mín kynslóð man það að meðal Íslendingurinn varði kannski 10 árum í blóð, svita og tár með fullri vinnu í það að koma sér upp eigin húsnæði og oft voru vinir og kunningjar og ættingjar með í þessu og það var svona ákveðin sjálfsmynd sem að fólst í þessu. Það áhugavert ef við höfum á svona stuttum tíma mist þessa þekkingu út úr höndunum og ef svona menning okkar orðin þannig að þetta þykir ekki lengur flott að fórna sér í það að byggja eigið hús. Og svona til þess að svara þessum pælingum og fara vítt og breytt byggingalandslægið, húsin okkar hér heima fyrir mættur smiður, við erum ekki á hverjum degi með smið hér við Rauðaborðið, því miður, ég held við ættum að vera með smiði oftar, hann kannski byggingafræðingur eða eitthvað meira, ég veit það ekki. Ingvar Jónsson, vertu velkomin. Já, takk fyrir að taka á móti mér. Ertu bæði smiður og byggingameistari eða? Já, og byggingafræðingur. Og byggingafræðingur? Já, ég með þetta allt og fékk aukna menntun erlendis líka. Já. Sem BASU og BAS-A og alls konar svona tæknið þengjandi dæmi erlendis, já. Þar sem ég bjó í Svíþjóð í 13 ár og var að vinna við byggingar svo mikið þar. 13 ár í Svíþjóð? Já. Þannig að þú þekkir það bæði að vinna með höndunum og vera með sigg og nagli í gegnum handarbak og svo líka að vinna alfarið bara með hausnum. Já, í raun og veru þá ég komið með frekar lélega putta í dag, sko. Það ekkert sigg á þessu lengur, nema kannski eftir spilastokkin. Já, eftir spilastokkin, já. Sko, og það þetta vísir til þess að þú gaman að spila bridge. Já, einmitt. En sko, eitthvað hæft í þessu randi mínu í inngangnum þegar ég var að bera saman tíman að tvenna og þessa hugmynd okkar að fyrir skemmstu höfum við sjálf meir og minna byggt okkar eigin hús en nú sé þessi verkþekking að engu orðin og við séum bara alltaf að fá annað fólk til þess að gera þetta fyrir okkur. Ég fékk pínu sjokk á því að vera svona lengi erlendis, kem tilbaka og þegar ég flytt út þá finnst mér eins og að fólk sé meira að redda sér og kunni miklu meira. 13 ára seinna þá einhvern veginn eins og allt hafi bara einhvern veginn stoppað og krakkar í dag einhvern veginn bara sjálfhverf og sko vilja bara, ég veit það ekki, fá allt upp í hendurnar einhvern veginn á þess að hafa fyrir því. Já, þú ert svolítið þar. Já, það virðist vera þannig. Það þarf ekki lengur að vinna jafn mikið eins og við gerðum í gamla dag, sko. Nei. Þetta bara, fólk vil flytja bara í fullfrágengið hús, allt tipp-topp. Á meðan foreldrar mínir flutti í hús þar sem það voru ekki einu sinni hurðar til þess að byrja með. Bara koma þak yfir höfuðið og hafa eldhús og klósett. Það var nóg. Nú þarf allt að vera, full frá gengið. Þetta dálítið sérstakt. Og þú þorir að segja þetta uppátt. Já. Ég geri það. Því að sumir svona hálf veigra sér við því að ræða þetta uppátt. Já, einmitt. Mér finnst þetta bara, ég fekk bara pínu sjokk bara á því að vera svona stutt úti, eða stutt 13 ár cirka. Bara einhvern veginn að koma og fara frá sterka Íslandi yfir í veika Ísland aftur. Þú myndir lýsa því þannig? Já, mér finnst það. Á hvaða tímabili var þetta segir, milli 2000 og 2015? Já, svona 2012 fer ég út. Já, 2012. Já, og kem tilbaka bara fyrir árið síðan. Nú, já, þú bara nýkomin aftur. Já, við getum sagt það. Já. Og áratugurinn þegar við urðum aumingjar. Þetta alveg rosalega, skrítin breyting allavega. Já. Og við erum búin að missa dálítið mikið, finnst mér, Íslendingar. Já. Og ég ekki hrifinn af þessu. Nei.
hvaða áhrif verða af þessari breytingu ef hún staðreynd að við erum hægt að gera hlutina sem að við gerðum áður þóttir væru svolítið óþægilegir og kölluð á auka vesen. Hvaða afleitar breytingar verða af því fyrir samfélag og bara fyrir byggingageiran? Já, nú það bara þannig að sko áður fyrir þá fór bara fólk út í búð og keypti sér Thomas 6 og 2 4 og hendi púsi fyrir sjálft sig. En í dag þá það þannig að fólk vill bara fá þetta tilbúið bara eftir 3 daga, 4 daga. Vill bara fá einingahús. Og ég aðeins búin að fara inn á þann markað sjálfur. Ég með 2 verksmiðjur í Svíþjóð sem að byggja svona einingahús. Og erum að flytja þetta inn og það var ekki markað fyrir þetta fyrir svona 10, 20, 30 ára síðan sko. Nei. En núna alveg gríðarlega eftirspurn eftir þessu. Já. Við settum til dæmis upp 2700 fermetra af húsum í fyrra og þegar búin að selja á 1000 fermetra á þessu ári. Það mest út á landi? Eiginlega bara út á landi. Já. Manstu eftir umræðinni, ég held að það hafi verið Eygló Harðardóttir fyrir ráðherra Framsóknarflokksins. Hún vildi leysa einhvern húsnæðisvanda með bara helling af innfluttum smáhýsum, rigga þeim upp. Það voru margir sem hlúa að henni. En aðrir sögðu að þetta væri ekkert vitlaust. Þurfum við að hugsa meira í þessa átt? Veit það ekki kannski alveg að við þurfum að hugsa kannski í þessa átt, en byggja allavega einfalda báknið eins og að skila inn í teikningum í dag. Þetta orðið miklu flóknara heldur en þetta var áður fyrr. Einhvern veginn stjórnsýslan búin að flækja ferli svo mikið til þess að búa til vinnu. Já, til þess að búa til vinnu fyrir sko menn eins og mig, svona byggingafræðinga. Nú ég að tala á móti sjálfum mér. Já. En það bara staðreynd, það bara verið að sko búa til vinnu fyrst mér, fyrir bara hinn og þessa, hjá Mannvirkjastofnun og eftirlit með hinn og þessu. Kannski full þörf á þessu, en mér finnst þetta að vera orðið full flókið og einu sem þurfa að borga þetta, það almenningur. Já. Það þannig. Já, þessu tengt eftir manna, þessi hugur láflugið yfir Vestmannaeyjum helgina, sko. Já, einmitt. Hvað allir verða brjálaðir. Já. Þetta reglugerðafargan, sko. Já. Hvernig allt þarf að vera einhvern veginn fast í lögum og reglum og minnsti brotavilji til þess að anda einu sinni frjálst og gera eitthvað, hvernig allt verður vitlaust í kerfinu, sko. Sko, það nú bara allir hlegið þessu fyrir 20 ára síðan. Það málið. Og nú allt verður vitlaust í þessu. Já. Og heldur að tengist því sem varst að ræða á þann með það hvernig Íslendingar hafa þróast og breyst? Já, ég held það, sko. Alveg gríðarlega mikið. Og fólk einhvern veginn meira, ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta, orðið sænst einhvern veginn, virðist vera. Og við gerðum grína þessu í honum hérna. Já. Ekkert alls fyrir löngu og fannst sjónvarpsefnið þeirra ógeðslega leiðilegt og asnalegt. Nákvæmlega. Mást eftir því? Já, ég man eftir þessu. En við erum bara orðnir eins. Við erum orðnir eins. Já. Já, einmitt. Sko, þú segir að þú vinnir við það að flytja inn einingahús. Já, einmitt. Og þetta sem mest út á landi. Já. Og sem sagt þá reglugerðarfarganið og leyfisveitingar það einfaldari þegar kemur einingahúsum heldur en Nei, raun og vera ekki. Þetta var frekar erfitt að komast inn á markaðin í byrjun. Og það bara eðlilegt kannski að það sé erfitt bara út af því að maður þarf að sanna það að þetta virkar konseptið eins og það leggur sig. Og við erum búin að vera að þróa til dæmis þessar einingar núna í 10 ár held ég. Breytum hurðar, breytum glugga og þetta virkaði ekki fyrst og nú erum við búin að hafa sama konseptið í 4 ár og þetta bara virkar upp á 10. Okay. Og ekkert vesen. Og við erum allavega búin að þróa þetta út í það að það sem við erum með 2 verksmiðjur og höfum mögulega að opna það á 3. núna að komi upp eldgos eins og kom fyrir hérna í Grindavík. Þá eigum við bara mögulega því að koma bara inn með 500 fermetra á viku af nýjum húsum. Já. Við getum bara haugað þessu upp. Já. Ef mig langar í einingahús einhverstaðar á kyrrlátum stað
Já. sem einhvers konar andstæða við höfuðborgarsvæðið. Já. Og mér langar bara að keyra þangað alltaf eftir vinnu og föstudegi og gista það 2 nætur og svo kem ég hérna í erilinn á mánudagsmorgni og hlið síðan rafhlöðurnar út á landi í þessu húsi. Hver kostnaðurinn, segjum bara að ég fari á Suðurland eða Snæfellsnes eða eitthvað, ég veit það ekki. Og hérna, hver kostnaðurinn miðað við það að ég færi sjálfur í alla þessa vinnu eða ég færi í staðlað einingaform frá ykkur? Sko, við erum náttúrulega með 3 sýningarhús bara hérna rétt fyrir utan höfuðborgarsvæði í svona kyrrð og þegar maður hugsar út frá byrjuninni þá það þannig bara að koma teikningum í gegn. Þetta mismunandi milli byggingafulltrúa og þurfi ég að koma til dæmis teikningum í gegn á höfuðborgarsvæðinu og ég gef alltaf fast verð til viðskiptavina þá hérna hækka ég verð á teikningum af því að báknið svo mikið hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það einhvern veginn uppaháttur hérna leiðilegt að segja það bara þannig, bara í Hafnarfirði og Reykjavík að koma í gegnum teikningum, það bara mjög erfitt. Og það til sveitafélög þar sem allt rennur bara frekar frjálslega í gegn? Svo bara önnur sveitafélög þar sem þetta bara rennur í gegn og ég gef bara fólki afslátt af því að ég veit að þetta fer smúð í gegn. Það náttúrulega bara liður nummer 1. Þannig að sko þetta dálítið mikill X-faktor í þessu. Gröftur, ert að velja þér svæði þar sem blautt, þar sem þú ert að grafa mjög djúpt. Þetta getur bara farið frá því að vera 500.000 í gröft upp í það að vera bara 20 milljónir bara á einu húsi. Þannig að það alveg gríðarlega stór X-faktor. Hvað ertu langt frá höfn? Hvað ertu að flytja þetta langt? Húsið? Þannig að sko, maður eiginlega að meta hvert eitt dæmi fyrir sig. Já, þannig að í sumum tilvikum gæti það borga sig töluvert, væri mikil sparnaður í að kaupa einingarhús, en í öðrum tilvikum væri það kannski bara tóm flækja. Jafnvel á pari, jafnvel tóm flækja. Já. Og ég er búin að vísa frá nokkurum sem hafi viljað byggja hús. Já. Ég hef bara sagt við að þið verða bara byggja þetta á annan hátt. Þetta mun ekki hendi ykkur. Nei. En sko skilarðu sérðum lagnir og allt sjálfur? Það alls konar í þessu. Við höfum tekið nokkur hús þar sem við erum að taka þetta alveg frá aðtölu. Í sumum tilfellum erum við bara að teikna hús. Í sumum tilfellum erum við bara að flytja inn einingarnar. Og þetta bara allt þarna á milli, sko. Þú nefndir 2 sveitafélög áðan sem væri erfið. Eitthvað sveitafélag út á landi sem þér finnst sérstaklega gott að skipta við í þessum efnum? Já, ég myndi nú kannski ekki vilja segja nafnið hjá þeim en það eru bara sveitafélög þar sem ég kannski búin að skila tugum teikninga. Þeir vita hvernig ég vinn, þeir vita húsin eru góð og þau eru hætt að efast það að þetta sé eitthvað rugl. Þannig að þau horfa kannski á milli fingra sér með að það vanti kannski eitthvað það merki hér eða þar inn á teiknisettið og hleypur sér bara í gegn og vita að varan verður góð. En innan íslenska byggingabransans, þess hluta sem enn heldur, þá ég að tala þann kjarna sem enn að störfum með fólki sem er fætt hér á Íslandi og starfar hér allan ásynning á Íslandi, ekki sá stóri og vaxandi hluti sem kemur erlendis frá til þess að rigga upp húsveggjunum okkar. Innan sem sagt þessa gamla íslenska byggingalandslags, hvernig viðhorfið gagnvart einingahúsum? Eru fordómar eða taka menn þessu sem mikilvægri viðbót eða hvernig það? Það sem við erum svo fá, það fáir smiðir og það bara færra fólk sem nennir að vinna einhvern veginn, hérna á Íslandi. Þá það þannig að þetta allt í góðu? Getur allt gerst í upptöku? Já, fyrirgefðu. Nei, þetta ekki vandamál. Og ég syngja á með hana. Viltu syngja með hana? Ég hélt að ég hefði sett hana á flugstillingu. En já, fyrirgefðu, hvar var ég aftur? Við vorum í smiði. Já, svona með viðhorfið, hvort það væri sko ennþá, hvort menn væri gamaldags, hvort svona fjöldaframleitt eininga byggs væri hvort það væri neikvætt viðhorf eða fordómar gagnvart því Sko, það eru pínu fordómar gegn þessu út af því að það hafi ekki allir sem að flytja inn einingahús skilað húsunum. Það grunnurinn að því að það eru stórir fordómar.
það var eitthvað mál hérna fyrir nokkurum árum síðan þar sem einhverjir í Skagafirði og í Keflavík voru að kaupa sér hús og fenguðu aldrei. Vantraust, sem sagt. Það mikið vantraust. Og þess vegna tók það tíma fyrir okkur bara mörg ára að fá traust á markaðnum. Bara markaðurinn bara var að efast að þetta væri rétt og svona. Smiðir fylgdu þessu jöfnum höldum og í dag finnst mér að smiðir séu búin að viðurkenna þetta miklu betur heldur en þeir gerðu fyrir 5 ára síðan og eru farnir að mæla með þessu meðan þeir töluðu á móti þessu bara fyrir 5, 6, 7 ára síðan. Þannig að það er orðið breytt viðhorf. Ef kerfið væri á tánum með leyfisveitingar og annað eru dæmi það að hversi klúks ég veit það ekki það er ýmislegt að gerast í beinni en ég ætla að spyrja þig Ingvar eru dæmi það að frá því að einhver fær hugmynd að húsnæði einingahúsi að bara líði örskot stund frá því að allt klárt miðað við ef kerfið að fungera miðað við þessa sviðsmynd sem ég nefndi í upphafi þegar jafnaldrar mínir og næsta kynslóð undan henni varði hverju einustu frístundi 10 ár í fullri vinnu með öll börnin og fjölskylduna í því að koma sér upp húsnæði sem sagt eru dæmi það að þetta tæki bara nánast þennan tíma. Sneggsta dæmið. Maður þarf alltaf að hugsa hörnusteypu og raka í steypu og allt svoleiðis. Að það má ekki byggja hús svo hratt. Nei. En sneggsta dæmið hjá okkur það að einstaklingur hefur samband við mig í febrúar og biður teikningar af húsi og hún lá rosalega mikið á að því að hann var búin að selja ofan að sér. Ég gerði risateikningu og pantaði gluggana áður en ég var búin að skila í teikningu til byggingafulltrúa. Því að gluggarnir eru dálítið mikið X-faktor í þessu. Það tekur svona 8 til 12 vikur að fá glugga í dag í Evrópu. Þegar maður er mjög hraður þá fer maður alveg í 6 vikur ef það er lítið að gera. Ég held að afhendingartíminn sé 9 vikur í dag. Þetta var í febrúar sem við byrjuðum að teikna. Húsi var full frá gengið að utan í maí og hann var fluttur inn í ágúst. Í full frá gengið hús með öllu. Það magna. Já. Það er svona hraðasta dæmið. En að þú nefndir glugga, eru gluggarnir alltaf að vera stærri og stærri? Já, þeir stækka dálítið mikið. Já, við viljum njóta útsýnisins sem aldrei fyrr. Já. Og við erum svona stuðla því að við séum ekki að missa mikið hita út í gegnum gluggana, þannig að við erum með þrefalt gler í öllu. Já, ok. Og það er bara rosalegt álag á þessa glugga hérna á Íslandi. Já. Og hérna þess að það er gerð krafa að þeir haldi 1100 Pascal í slagregni. Já. Þannig að við bara létum prófa gluggan okkur úti og þeir fóru í 1200 Pascal. Já. Eða við hættum að prófa það þar. Og hvað með náttúruvá? Erum við ekki líka með auka íþyngjandi reglugerðir hérna vegna þess að við erum jarðskjálftaland? Jú, við erum með það og við erum með mjög mikið vindálag líka. Það þarf að taka tillit til þess. Og húsin sem við framleiðum fyrir Ísland eru eingöngu framleitt fyrir Ísland. Þau hús sem við framleiðum fyrir Noreg, Danmörk og Svíþjóð eru byggð allt öðru svo upp. Þetta er bara sér framleitt fyrir Ísland. Eitt viðkvæmmál. Já. Við föglumstu það. Við erum sammála það að Íslendingar að byggja sín eigin hús, þetta er deyjandi stærð. Erlent vinnuafl kemur til Íslands til þess að byggja húsin fyrir Íslendinga. Þetta hefur verið að færast í vöxt. Á sama tíma þá erum við með rosalega mikið af myglumálum. Er eitthvað samhengi þarna á milli? Mygla er náttúrulega í öllum húsum. Þetta er bara í náttúrunni, eins og maður segir. Og bara þessi hættulega mygla sem lendir í húsum er út af öndunarleysi í húsum. Eða of hraðri uppbyggingu húsa. Þannig að ef þú leggur gólfefni ofan á og raka steypu þá ertu ekkert í góðum málum. Og við
höfum haft það þannig til dæmis hjá okkur að við erum með loftun í þökum þannig að við erum aldrei undir 7 cm fyrir ofan einangrun með loftbil á meðan standard á Íslandi er 25 og við erum að eyða aðeins meira timbri í þetta en við gerum það til þess að við fáum betra hús sem endist lengur og sko svo er verið að gera sum hús of þétt líka við erum að reyna að láta þau anda hjá okkur og bara á réttan hátt og þetta er bara eldgömul aðferð sem við erum að nota sem hefur bara virkað í gennum tíðina og er ekkert vesen með og við viljum bara halda í það Mikilvægt að fara að sér ekki og geist já, einmitt Já. eins og það var mjög vinsælt núna bara fyrir svona 5-10 ára síðan að grinda þökin upp fyrir ofan pappa eins og gert er í Skandinavíu þannig að þú sért ekki að skrúfa bári í gegnum pappan heldur þetta skrúfa það í lektu þetta er kallað lektu upp þak og það eru alveg gríðarlega margir farnir að gera þetta hérna á Íslandi en það er engin reynsla á þessu hérna á Íslandi það er bara við viljum ekki nota eitthvað sem er bara virkar í Svíþjóð það virkar kannski ekki hérna eins og ég hef alveg séð dæmi það að þetta hefur klikkað þá er það þannig að þessi svokallaði hveitisnjór hann fer upp á milli grindana sest þar að svo er kannski ekki þakin og vel einangrað þá myndast pollu fyrir ofan það er frost úti og við erum búin að mynda lás og þá myndast bara tjörnandi uppi og vatni fyrir gegnum pappan inn í burðin og þá fer húsið að mygla og það er bara þetta ég stóla upp að öll þök í Skandinavíu af því að ég veit að virka þar mér dettur ekki í hug að gera það hérna af því að það er allt öðru þessi aðstæður hérna þannig að fólk er bara að hlaupa upp og vill bara gera þetta svona því þetta virkar í Skandinavíu en það er ekkert víst að virki hér En þá dettur mér í hug, er einhver umræðan það að veðrabreytingar hér á Íslandi, það er líka einhver þátt í vaxandi fjölda miklu vandamála, bursið frá byggingaleginu. Ég held að þetta sé bara hraðin, ekki veðrið. Nei, einmitt. Og fólk lætur ekki húsin anda nógu vel. Nei. Og svo erum við að fá alltaf mikið á útlendingum hérna og þeir eru ekki vanir því að við séum með svona ódýra upphitun þannig að þeir loka allir gluggum loka fyrir alla loftræsingu og móta sagga inn í húsunum lifa bara eins og þeir gerðu erlendis fatta það ekki að húsin okkar eru miklu þéttari heldur en erlendis og þá erum við bara að móta mikluna innanfrá og út Hvað ef maður áldæmis segjum orlofshús eða sumarhús og maður kannski einhver hópur fólks kannski 10 vikur á ári í þessu húsi á að vera eiga gluggarnir allavega sumir gluggarnir að vera smá opnir á milli ef við segjum að 40 vikur standið að aukt en 10 vikur sé það í notkun Ég hef haft þessi reglu hjá mér allavega að fara aldrei með hús undir 14 gráður Það þarf ekki að hafa opið glugga eða neitt. Ef þetta er timburhús þá andar timbrið. Ef þetta er rétt uppbyggt. Náttúrulega þú byggir þetta vitlaust upp með því að setja pappalag utan á krossvið þannig að húsið andar ekki þá ertu ekki í svo svakalega góðum málum. En ef þetta er rétt uppbyggt þá er bara nóg að 14 gráður inn í húsinu og þá ertu eiginlega bara alveg laus við miklu vandamál. En náttúrulega kjörhittin er náttúrulega að hafa 20 gráður í húsinu alltaf. En þess að tjúna svolítið niður í ofnunum þegar... Já, það er allt í lagi, bara vissu leyti, en ekki bara slökkva á þeim og að labba út og kveikja bara upp þegar þú kemur aftur. Þá kemur sagg í bygginguna. Já.
Heyrðu Ingvar, það er mjög forvitinlegt að spjalla við þig, kannski fæði þig aftur til þess að ræða svona byggingasög og fleiri mál en við komumst ekki lengra í dag þess utan að mér langar aðeins að spyrja þig í lokin þú varst að segja mér fyrir þáttinn að þú ert með eitthvað nýtt á dögunni. Já. Hvað það, segirðu? Ég er með nokkur fyrirtæki. Nokkur fyrirtæki? Já, erlendis. Já. Digmodel er eitt af þeim. Ok. Ég er hluthafi í því. Við erum að 3D skanna Skandinavíu með X og Z. Þá er þetta svona plattform fyrir ekki að ég sletti eins og Google Earth. Já. Og þú getur farið inn og valið kannski 1 eða 2 hektara og tekið það inn í tölvuna þín í teikniforritið og teiknar þá með 3D undirlag. Þannig að ef þú ert að teikna hús í hlíð, þá færðu alveg hlíðina og allt rétt. Já. Þetta er aldrei magnað. Já. Og þetta er náttúrulega bara gert þannig að maður sé bara ekki að teikna allt á flötu eins og maður er að gera raun og veru í dag. Þegar ég er að teikna hús í dag, þá er ég bara með flatan ás og teikna á því og svo þarf að grafa í samræmi við það, að þetta var flatur ás. En með því að nota þessa tækni þá er maður raun og veru að spara þess. Mér er svona umhugað náttúruna, að grafa ekki á mikið eins og kolefnisborið og bara gera hlutina rétt. Og þegar maður teiknar í svona þrívíðu og þrívítaforrit í teikningum eins og við notum, þá ertu bara að gera þetta einu sinni. Þú ert ekkert alltaf að gera þetta aftur og aftur og aftur eins og þegar maður var að teikna þetta í tvívíðu. Þá bara prófaði með sig aðeins áfram. Nei, þetta er ekki alveg nógu gott, við þurfum að breyta þessu. Nú teiknum við bara að loka hugmyndina strax og gerum hana. Þetta bara sparar gríðarlega í vinnu og efni. Og þín starfsemi er semst farin að ná út fyrir Ísland og hagsmunina hér. Já, ég er náttúrulega búin að vera bara eiginlega fyrir utan Íslands í 13 ár, 14 ár. Okay. Var með verkfræði og arkitektastofu úti og var að stýra svona risaverkum þann úti. Mjög spennandi. Já. Ingvar, ég þarf að redda konunni minni. Já. Og það er forgangur. Loksins þegar þú ert búin að ganga frá símánu þínum og þú eru búin að henda klósettrúlunni sem var þetta borðinu. En það var virkilega gaman að fá þig í heimsókn. Takk fyrir að taka móti mér. Og það er ennþá ýmsar spurningar sem brenna á vörum mér og sennilega ykkar hlustendur og áhorfandi einni og kannski ættu að vera bara með svona iðnaðarhorn. Já. Ég var alveg til að koma aftur. Já. Og ræða þetta meira. Já, ég vona að þú komir oftar hér að Rauðaborðinu. Kæri þakki fyrir komin á spjallið að sinni. Takk fyrir. Ég geti þá komið kannski að ég er með 3 fyrirtæki viðbót sem ég myndi kannski taka í næsta. Það er ekkert annað. Já. Ljómandi. Kæri þakkir. Takk fyrir. Og við höldum göngum áfram götuna, kæri hlustendur og áhorfendur, nýrkafli eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.